komið samt inn. Ágætu bæjarfulltrúar og gestir í viðtækjum nær og fjær. Þá setjum við fund númer 228 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga, föstudaginn 13. desember klukkan 17:30. Á dagskrá eru 16 mál og áður en við förum í þau þá ætla ég að lesa upp þá sem eru mættir. Það er bæjarfulltrúarnir Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Eðvar Atli Bjarnason og Guðrún Pjólusdóttir sem jafnframt ritar fundagerð. Og við vindum okkur í dagskrána. Fyrsta mál á dagskrá er ráðning bæjarstjóra, síðari hluta kjörtímabils 2022-2026. Mál tekið fyrir sem fjórða mál á dagskrá fundar 415 í bæjaráði þann 4. desember 2024. Lagður fram undirritaður ráðningarsamningu við Guðrúnu P. Ólafsdóttur dagsettu 4. desember 2024 með fyrirvarum staðfestingu í bæjarstjórn. Og afgreiðsla bæjaráðs hljóðaði þannig: bæjaráð samþykki framlagðan ráðningarsamning samhljóða og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Bæjaráð þakkar við þessi tímamót Guðrúnu fyrir velunnin störf og bindur vonir við áframhaldandi farsæla samvinnu. Orðið er laust þennan lið fundagerðar. Vill eitthvað kveða þessi hljóðs? Guðrún, gjör svo vel. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til að þakka ykkur fyrir þetta traust sem mér er sýnt með ráðningunni og ég hlakka til áframhaldandi samstarfs með ykkur og öðru samstarfsfólki í þágu sveitarfélagsins. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðrún. Er ykkur aðri sem vilja kveða þessi hljóðs? Ef svo er ekki, þá legg ég samningi sem er lagður hér fram á bæjarstjórnarfundinum til samþykktar og þeir sem samþykja hann gefi merki. Hann er samþykktur samhljóða með 7 atkvæðum og til viðbótar langar mig að taka undir, eða bæjarstjórn að taka undir með bæjaráði og þakka Guðrúnu fyrir velunni störf hingað til og við bindum vonir áframhaldandi gott samstarf. Þá er það mál númer 2. Það er gjaldskrá sveitarfélagsins 2025 sem er lögð hér fram. Er eitthvað sem kveða þessi hljóðs? Guðrún, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Ég ætla að fara stuttlega yfir gjaldskrá sveitarfélagsins sem liggur hér fyrir til afgreiðslu. Gjaldskráin hefur verið í yfirferð síðustu vikur og verður aðgengileg á vef sveitarfélagsins í næstu viku fyrir þá sem vilja kynna sér hana betur. Útsvarshlutfall verður óbreytt á milli ára eða 14,97%. Álagningarreglur fasteignagjalda haldast óbreyttar að undanskildu álagningarhlutfalli A-stofns fasteignaskatts sem lækkar úr 0,43% í 0,42%. Álagningarhlutfall B-stofns verður 1,32% sem er óbreytt hlutfall sem og C-stofn sem er 1,65% af fasteignamati. Önnur álagningarhlutföll tengd fasteignamati eru óbreytt á milli ára svo sem lóðalega, fráveitugjald og vatnsgjald. Það er ánægilegt að geta sagt frá því að fast sorpgjald per íbúðaeiningu sem og gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs haldast óbreytt að krónutölu per einingu milli ára. Annars hækka þjónustugjaldskrá sveitarfélagsins að jafnaði 4%.
Í fyrra breyttust gjaldskrár gatnagerðargjalda sem og skipulags- og byggingamála og tengd gjöld og haldast þær gjaldskrár óbreyttar að öðru leyti en því að þær breytast í takt við breytingar á vísitölu samanber gjaldskrár. Þá læt ég þessu lokið í bili, takk. Takk fyrir, Guðrún. Eru aðrir sem vilja kveða sér hljóðs gjaldskrána? Nú svo ekki, þá hún lögð hér fram til samþykktar og bið bæjarfulltrúa vinsamlegast að gefa merki sem samþykkja hana. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í þriðja mál. Það fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga frá 2025 til 2028. Tekið fyrir annað mál á dagskrá fundar númer 416 í bæjaráði, þann 9.12. Lögð fram fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga fyrir 2025 og langtíma áætlun 2026 til 2028. Ásta Friðriksdóttir, verkefnastjóri reikningshald og umbóta sat undir þessum lið með bæjaráði og afgreiðsla bæjaráðs hljóðar þannig. Bæjaráð samþykki samhljóð að vísa fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga 2025 og 3 ára áætlun 2026 til 2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og orðið laust. Gerðu svo vel, Guðrún. Já, virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Í dag lögð fram til síðari umræðu í bæjarstjórn tillaga að bindandi fjárheimildum fyrir árið 2025 ásamt 3 ára áætlun 2026 til 2028. Umræðum tillöguna hefur áður farið fram í bæjarstjórn, bæjaráði og meðal stjórnenda stofnana sveitarfélagsins. Mikið og gott samstarf hefur verið milli bæjarfulltrúa í þessari vinnu. Undirbúningur fjárhagsáætlunar á þessu sinni var að ýmsu leyti sérstakur. Víðlíka vöxtur og átt hefur sér stað, á sér vart fordæmi og flókið að spegla inn í rekstur komandi ára. Eðli máls samkvæmt eru fjárhagsáætlanir sveitarfélaga varfærnar og byggja í nokkrum mæli á sögulegum gögnum, opinberum áætlunum þróun hagstarða og markmiðum hvað varðar einstaka rekstrarliði. Varfærinni nálgun var beitt hvað tekjuáætlun varðar, þótt vissulega sé gert ráð fyrir meiri vexti útsvars en áætluð hækkun landsmeðaltals. Einnig var beitt varúð hvað áætlun rekstrakostnaðar varðar. Starfsemi sveitarfélagsins þó víða komin að þolmörkum. Áfram gert ráð fyrir fjölgun stöðugilda í takt við íbúafjölgun sem og vexti annars rekstrakostnaðar til að tryggja íbúum áfram góða þjónustu. Sveitarfélagi leggur áherslu á ráðdeild í rekstri og ábyrga fjármálastjórn og hverjum steini hefur verið velt við í rekstri sveitarfélagsins nú sem áður. Auk innri forsenda litið til ytri forsenda svo sem atvinnuástands, efnahagshorfa, vaxtarstigs og verðbólgu sem hefur haft töluverð áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins undanfari misseri sem kunnugt og gæti haft áhrif áfram. Varðandi aðra óvissuþætti rétt að minnast á að ósamið við nokkur stéttarfélög, þar með talið Kennarasamband Íslands sem stór hluti starfsfólks sveitarfélagsins á aðild að. Íbúum í sveitarfélaginu Vogum hefur fjölgað tæp 20% eða 295 manns frá ársbyrjun 2024 og slík fjölgun sér vart fordæmi í sögunni. Í ársbyrjun voru íbúar 1500 talsins en í byrjun desembermánaðar eru íbúar 1795 talsins. Aðsetuskráðu Grindvíkingar í sveitarfélaginu eru 66 eða 3,7% af íbúum sveitarfélagsins. Framan af ári voru aðsetuskráðu Grindvíkingar hátt í 10% en hlutfalli lækkaði skart þegar grunn- og leikskóli hófust eftir sumarfrí. Ekkert sveitarfélag getur rekið sig með eðlilegum hætti þegar svo hátt hlutfall íbúa greiðir ekki útsvar til rekstur sveitarfélagsins. Á árinu hefur enn á ný sannast hversu dýrmætur mannauður sveitarfélagsins en samhliða örri íbúafjölgun reynir talsvert á lausnamiðuðu hugafar sem starfsfólk hefur svo sannarlega sýnt á árinu. Í Stóruvogaskóla var til að mynda stofnað lausnateymi starfsmanna á vordugum vegna fullnýtts húsnæðis og má nú með sanni segja að hver fermetri sé nýttur.
Það því gleðiefni að geta upplýst að á næsta ári fyrirhugað að hefja hönnun á viðbyggingu við grunnskólan og standa vonir til að uppbygging geti hafist eigi síðar en árið 2026. Færanlega kennslustofur verða nýttar til að brúa bilið þar til starfsemi getur fæst yfir í nýtt húsnæði. Í sumar var tekin í notkun færanleg kennslustofu við Heilsuleikskólan Suðurvelli, Suðurkot og tókst vel til við verkið. Leikskólabörnum hefur einnig fjölgað og mun fjölga áfram á árinu. Unni verður með stjórnendum og starfsfólki í leikskóla að því að finna farsæla lausn á húsnæðismálum þannig að rými leikskólan sé vel nýtt á sama tíma og hlúðir að faglegu starfi. Undirbúningsvinna hafin varandi stækkunarmöguleika eða tilflutning leikskóla á næstu árum. Varandi önnur fjárfestingarverkefni en uppbyggingu grunnskóla og leikskólahúsnæðis næstu ár má nefna endurnýjun gatna, göngu- og hjólastíga yfir Vogastapa, áframhaldandi rakaviðgerðir í Stóru-Vogaskóla og uppbyggingu í íþróttamiðstöð. Áfram verður unnið að endurnýjun gatnalýsingar og að bættu umferðaröryggi. Þá ótalið að áfram verður unnið að leit að nýju varavatnsbóli fyrir sveitarfélagið. En víkjum þá á rekstrinu. Viðsnúningur hefur orðið á rekstri sveitarfélagsins undanfarin ár þar sem hagrætt hefur verið í öllum þáttum rekstrar á sama tíma og tekjur hafa aukist í takt við hagsveiflu. Áætlað að sveitarfélagið uppfylli að nýju jafnvægisregluna árið 2025. Það þýðir að áætlað að 3 ára uppsöfnu rekstrarniðurstaða A-hluta og samanlags A- og B-hluta rekstrar verði jákvæð á árinu 2025. Bæjarstjórn ákvað þessu sinni að lækka hlutfall A-hluta fasteignaálagningar úr 0,43% í 0,42%. Það vilji bæjarstjórnar að leita verði leiða til að hlutfalli geti orðið lægra í framtíðinni. Á sama tíma bæjarstjórn meðvituð hversu berskjaldaður reksturinn fyrir óvæntum skakkaföllum eins og sagan hefur sýnt. Í ljósi innviðuppbyggingar næstu ára hefur óvissan varðandi rekstrarafkomu aukist, en lántökur munu aukast í takt við aukna fjárfestingu sem aftur skila sér í hækkun vaxtakostnaðar. Vöxtur sveitarfélagsins árið 2025 mun að öllum líkindum verða minni en í ár, en haldi vaxtalækkunarferlið áfram má að öðru óbreyttu búast við að eftirspurn eftir húsnæði í nálægð við höfuðborgarsvæði. Unnið verður markvisst að því árinu 2025 að tryggja að íbúavöxtur sveitarfélagsins verði sjálfbær næstu ár, enda ber sveitarfélaginu skylda að fylgja 64. grein sveitarstjórnarlaga sem kveður á að sveitarstjórn beri að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. En þá það helstu forsendur og lykiltölur í fyrirliggjandi tillögu fjárhagsáætlun. Í forsendum gert ráð fyrir að íbúafjölgun verði 11,67% á árinu 2025 og fari svo lækkandi og verði 5% á árin 2026 til 2028. Gert ráð fyrir að atvinnuleysi verði svipað á áætlunartímabilinu eða ríflega 4%. Spár verðbólgu í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu eða 3,8% á næsta ári, 2,7% árið 2026 og 2,5% árið 2027 og 2028. Þá gert ráð fyrir að laun hækki í takt við þjóðhagsspá hækkun launavísitölu eða 4,4% árið 2026, 4,1% 2027 og 4% árið 2028. Gert ráð fyrir óbreyttu útsvarshlutfalli 14,97% á tímabilinu og þá gert ráð fyrir sömu forsendum í fasteignaálagningu og samþykkt var í dagskrárliða framan gjaldskrár fyrir árið 2026 til 2028. Gert ráð fyrir að framlög úr jöfnunarsjóði, gert ráð fyrir framlögum úr jöfnunarsjóði í samræmi við greiðsluáætlanir sem gefnar hafi verið út fyrir 2025 og að næstu ár hækki framlög sem nemi vísitöluhækkunum. Gert ráð fyrir að þjónustutekjur hækki 4% á næsta ári og eftir það í takt við verðlagsbreytingar samkvæmt þjóðhagsspá. Eins og áður kom fram gert ráð fyrir að laun hækki í takt við launavísitölu. Samþykkt stöðugildi í upphafi árs í leikskóla og grunnskóla. Áætlað miðlagt fyrir fjölgun stöðugilda í leikskóla og grunnskóla í samræmi við spá íbúaþróun
og fjölgun stöðugilda verður tekin til afgreiðslu í bæjarráð og bæjarstjórn þegar skýrist hver fjölgunin verður í skóla og leikskóla eftir sumarleyfi. Hver rekstrarkostnaðarliður var skoðaður við áætlanagerð 2025 og árin 2026 til 2028 er gert ráð fyrir ívið hærri hækkunum annars rekstrarkostnaðar en sem vísitölu nemur. Fjármagnsliðir eru áætlaðir samkvæmt gildandi lánasamningum. Áður hefur verið vikið að fjárfestingum næstu ára en áætlað er að heildarfjárfestingar nemi 361 milljón króna árið 2025. Gert er ráð fyrir að afborganir af lánum og leiguskuldbinding á tímabilinu sé í samræmi við skilmála samninga. Lífeyrisskuldbinding er áætluð í samræmi útreikning tryggingastarfræðings í árslok 2023 og áætlað að hækki í takt við vísitölu. Þá skulum við stikla á stóru í rekstrarreikningi samstæðu rekstrar fyrir árið 2025 en fyrir áhuga sama mun fjárhagsáætlun 2025 til 2028 verða sett á vef sveitarfélagsins í næstu viku. Áætlað er að rekstrartekjur samstæðu árið 2025 nemi ríflega 2,6 milljörðum króna og rekstrargjöld samstæðu nemi 2,3 milljörðum króna. Rekstrar niðurstöðu samstæðu er áætluð að nemi tæplega 98 milljónum króna. Þá er áætlað að veltufé frá rekstri samstæðu verði 258 milljónir króna eða sem nemur 9,8% af heildartekjum. Skulda viðmið samstæðu í árslok 2025 er áætlað að verði 67,9%. Heildareignir A og B hluta eru áætlaðar 3 milljarðar í árslok 2024 og skuldir og skuldbindingar eru áætlar 2,2 milljarðar króna. Ég ætla ekki að hafa lengri orð tillögu að fjárhagsáætlun 2025 til 2028 en eins og áður sagði er til frekari glöggvunar mun fjárhagsáætlun auk greinagerðar og gjaldskráa vera aðgengileg á vef sveitarfélagsins í næstu viku. Við vinnu fjárhagsáætlunar hefur ríkt breið og góð samstaða innan bæjarstjórnar ráðdeild í rekstri. Framlögð fjárhagsáætlun er afrakstur samvinnu fulltrúa allra flokka í bæjarstjórn. Þakka ég kjörnum fulltrúum hér með stjórnendum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þeirra mikilvæga framlag og gott og árangursríkt samstarf við undirbúning fjárhagsáætlunar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún. Orðið er laust fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2025 til 2028. Er einhverjir aðrir sem vilja kveða sér hljóðs? Ef svo er ekki, þá langar mig áður en við göngum til afgreiðslu að fara með bókun bæjarstjórnar undir þessum lið. Og hefst á lesturinn. Við gerð fjárhagsáætlunar 2025 til 2028 er tekið mið að bæði ytri og innri forsendum, meðal annars stöðu og horfum í efnahagsmálum og íbúaþróun í sveitarfélaginu. Líkt á fyrri ár ríkir talsverð óvissa þróun ytri aðstæðna og framvindu efnahags- og kjaramála á næstu misserum og árum. Óvissan stýr meðal annars að verðbólguþróun, kjarasamningum og alþjóðlegri efnahagsþróun. Til viðbótar bætist óvissa vegna áhrifa jarðhræringa á Reykjanesi. Óhætt er því að segja að ytri aðstæður geti haft mjög mikil áhrif á rekstur sveitarfélagsins á hverjum tíma. Íbúum í sveitarfélaginu Vogum hefur fjölgað tæp 20% eða 295 manns frá ársbyrjun 2024 og á slík fjölgun sér vart fordæmi í sögunni. Í ársbyrjun voru íbúar 1500 talsins en í byrjun desembermánaðar eru íbúar 1795 talsins. Aðsetuskráðir Grindvíkingar í sveitarfélaginu eru 66 eða 3,7% af íbúum sveitarfélagsins. Framan af ári voru aðsetuskráðir í sveitarfélaginu 66 eða framan af ári voru aðsetuskráðir Grindvíkingar hátt í 10% en hlutfalli lækkaði skart þegar grunn- og leikskóli hófust eftir sumarfrí. Ekkert sveitarfélag getur rekið sem með eðlilegum hætti þegar svo hátt hlutfall íbúa greiðir ekki útsvar til reksturs sveitarfélagsins. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 er gert ráð fyrir að íbúum fjölgi 11,7%.
Unnið verður markvisst að því á árinu 2025 að tryggja að íbúavöxtur sveitarfélagsins verði sjálfbær næstu árin, enda ber sveitarfélaginu skylda að fylgja 64. grein sveitarstjórnarlaga sem kveður á að sveitarstjórn beri að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni í framtíðinni geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Á árinu hefur enn á ný sannast hversu dýrmætur mannauður sveitarfélagsins en samhliða örri íbúafjölgun reynir talsvert á lausna með að hugafar sem starfsfólk hefur svo sannarlega sýnt á árinu. Í Stóruvogaskóla var til að mynda stofna lausnarteymi starfsmanna á vordögum vegna fullnýts húsnæðis og má nú með sanni segja að hver fermetri sé nýttur. Það því gleðefni að geta upplýst það á næsta ári fyrirhugað að hefja hönnun á viðbyggingu við grunnskólan og standa vonir til að uppbyggingin geti hafist eigi síðar en árið 2026. Þá undirbúningsvinna hafin varandi stækkuna möguleika eða tilflutning leikskóla á næstu árum. Viðsnúningur hefur orðið í rekstri sveitarfélagsins undanfarin ár, þar sem hagrætt hefur verið á öllum þáttum rekstrar á sama tíma og tekjur hafa aukist í takt við hagsveiflu. Áætlað að sveitarfélagið uppfylla nýju jafnvægisregluna árið 2025. Það þýðir að áætlað að 3 ára uppsöfnu rekstrarniðurstaða A-hluta og samanlagðs A- og B-hluta rekstrar verði jákvæð árinu 2025. Bæjarstjórn ákvað að þessu sinni að lækka hlutfall A-hluta fasteignaálagningar úr 0,43% í 0,42%. Það vilji bæjarstjórnar að leita verði leiða til að hlutfalli geti orðið lægra í framtíðinni. Á sama tíma bæjarstjórn meðvituð hversu berskjaldaður reksturinn fyrir óvæntum skakkaföllum eins og sagan hefur sýnt. Markmiðið að sveitarfélagið uppfylli ávallt skilyrði laga fjárhagslega sjálfbærni og jafnvægi í rekstri samhliða nauðsynlegri innviða uppbyggingu. Áætlað að rekstrartekjur samstæðu árið 2025 nemi ríflega 2,6 milljörðum króna og rekstrargjöld samstæðu nemi 2,3 milljörðum króna. Rekstra niðurstaða samstæðu áætluð að nemi tæplega 98 milljónum króna og þá áætlað að veltufé frá rekstri samstæðu verið 258 milljónir króna eða sem nemur 9,8% af heildartekjum. Skuldaviðmið samstæðu í árslok 2025 áætlað að verði 67,9%. Heildaregnir A- og B-hluta áætlaðar 3 milljarðar króna í árslok 2024 og skuldir og skuldbindingar áætlaðar 2,2 milljarðar króna. Og þá komum við að helstu niðurstöðum fjárhagsáætlunar 2025. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta verði jákvæð 97,7 milljónir króna eða 3,7% af tekjum. Framlegða hlutfall A- og B-hluta verði 10,9% árinu 2025. Rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð 78,3 milljónir króna eða 3,1% af tekjum. Skuldir og skuldbindingar A- og B-hluta, skuldahlutfall svokallað, verði 83,4% í árslok 2025. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 verði 67,9% í árslok 2025. Áætlað veltufé frá rekstri A- og B-hluta verði 258 milljónir króna eða 9,8% af heildartekjum. Launahlutfall verði 52% árinu 2025, í útkomuspá 2024 í 51,8%. Útsvarsprósenta verði óbreytt eða 14,97%. Álagningarreglur fasteignagjalda haldast óbreyttar að undanskildu álagningarhlutfalli A-stofns fasteignaskatt sem lækkar úr 0,43% í 0,42%. Almennt miðað við að gjaldskrár fylgi verðlagsþróun, það að þjónustugjöld haldist óbreytt að raungildi á milli ára, eins og kom fram hér áðan 4%. Áætlaðar fjárfestingar A-hluta nemi 350 milljónir króna árinu 2025 eða 14% af áætluðum heildartekjum. Fjárfestinga áætlun ársins 2025 auk áætlunar fyrir árin 2026 til 2028 lögð fram samhliða rekstraráætlun. Auk áætlan uppbyggingu grunnskóla og leikskólahúsnæðis næstu ára má nefna endurnýjun gatna, göngu og hjólastígs yfir Vogastapa, áframhaldandi rakaviðgerð í Stóruvogaskóla og uppbyggingu í íþróttamiðstöð. Áfram verður unnið að endurnýjun á gatnalýsingar og bættu umferðaröryggi.
Þá ótalið áframverður unnið að leit að nýju varavatnsbóli fyrir sveitafélagið. Og hér ætla ég að láta staðan numið í bókuninni og orðið ennþá laust fjárhagsáætlun ef einhverju vilja kveða sér hljóðs. Ef ekki, þá legg ég fjárhagsáætlun 2025 og 2026 til 2028 til samþykktar í bæjarstjórn, bæjarfulltrúar vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. mál. Sá liður heitir kosning í ráð og nefndir 2024. Lögð fram tillaga að breyting á skipan í nefndir og bæjarstjórn. Annars Jón Sigmundsson hefur flutt lögheimili sitt úr sveitafélaginu og víkur því svæti úr fræðslunefnd, heilbrigðisnefnd Suðurnesja, úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Suðurnesja og sem 3. varamaður D-lista í bæjarstjórn. Í hans stað lagt til að tilnefndur verði í fræðslunefnd Karel Ólafsson, í heilbrigðisnefnd Suðurnesja verði Hólmgrímur Rósenbergsson tilnefndur og í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Suðurnesja verði Karel Ólafsson tilnefndur. Sem varamaður í stað Karels í fræðslunefnd lagt til að tilnefnd verði Guðrún Sigurðardóttir. Þórunn Brynja Júlíusdóttir verður 3. varamaður D-lista í bæjarstjórn. Þórunn Brynja Júlíusdóttir víkur sem varamaður úr fræðslunefnd, í hennar stað lagt til að Sigurjón Rafn Rögnvaldsson sem verði tilnefndur sem varamaður í fræðslunefnd. Lögð einnig fram tillaga að breytingu í fræðslunefnd. Jóngeir Hjörvar Hlynásson, L-lista, hefur flutt lögheimili sitt úr sveitafélaginu og víkur því sæti í fræðslunefnd. Lagt til að Inga Helga Fredriksen, sem nú varamaður, tæki sæti sem aðalmaður í fræðslunefnd í stað Jóngeirs og varamaður verði Eðvar Atli Bjarnason. Orðið laust þessar tilnefningar. Áður en við leggjum það til samþykktar, þá langar mig fyrir hönd bæjarstjórnar að þakka Annasi og Jóngeir fyrir farsæl störf í þágu sveitafélagsins. Bæjarfulltrúar vinsamlegast gefið merki sem samþykkja þessar breytingar. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. mál. Það eru tilboð frá ráðningarskrifstofu vegna umsjónar með ráðningum nýtt starfsviðsstjóra. Mér langar að leggja það til við bæjarstjórn að málunni verði frestað. Einhver sem vilja kveða sér hljóðs þetta mál? Ef ekki, þá bið ég bæjarfulltrúa að gefa mér merki þegar samþykki þessa frestun. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. mál. Það stofn- og aðbúnaðarstyrkir dagforeldra og það mál tekið fyrir 5. mál á dagskrá fundar númer 415 í bæjarráði frá 4. desember 2024 og þar voru lögð fram drög að reglum stofn- og aðbúnaðarstyrkir dagforeldra auk minnisblaðs verkefnastjóra á mennta- og tómstundasviði Suðurnesjabæjar. Afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykkir framlögð drög og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá bið ég bæjarfulltrúa að gefa mér merki þessi samþykja þennan lið. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 7. mál á dagskrá. Það samningur launavinnslu. Og það 9. mál tekið fyrir á fundi bæjarráðs númer 415 4. desember 2024. Lögð fram drög að framlengingu launavinnslu samnings við Suðurnesjabæ. Afgreiðsla bæjarráðs hljóðaði eftirfarandi. Bæjarráð samþykki samhljóða framlögð drög og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá legg ég þetta til samþykktar. Bæjarfulltrúar vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í fundagerðir til kynningar. Það mál númer 8, bæjarráð sveitafélagsins Voga, númer 9,
það er númer 416 fyrirgefið fundagerðin, númer 9 bæjar og sveitafélagsins, númer 415, fræðslunemnd sveitafélagsins, númer 111, svo komum við í 11. mál sem er afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 94, 12 afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 93, afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 92 er 13. mál, 14. mál sömuleiðis afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 91 og sömuleiðis 15 og 16, það er fundir 90 og 89. Er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs þessa fundagerðir eða afgreiðslumál byggingafulltrúa? Ef svo er ekki, þá er ekki fleira á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar, en mér langar að nota tækifærið og gera það með leyfi og vilja bæjarfulltrúa hér við borði líka að óska starfsfólki sveitafélagsins gleðilegra jóla og farsaldar á nýju ári sem og íbúum sveitafélagsins okkar. Þá segjum við þessu fundi slitið 18:04. Takk fyrir.